Þór hann alltaf vill alls ekki láta þessa óhemmt, hann brjálaður, það búið að svíkja hann og pretta hann aldeilis. Þannig að í kafla 48 í Gylfaginningu, þá fer hann Þór á fund Hymis sem í Jötum og af bergrisætt og hann ætlar þannig að ná sér niður á jötnum, aldeilis brjálaður. Og hann fer bara einn í þessa ferð, dulbýr sig sem ungan strák og fer til Hymis og segist vilja fara með hann í veiðiferð. Og Hymir nú ekki til það líst ekkert vel á að taka hann strákling með sér, en hann hefði örugglega verið hræddur ef að Þór hefði mætti sem hann sjálfur. Þór spyr Hymir hvað ætla að hafa í beitu við veiðiferðina, sem við notum ánamaðka þegar við erum að veiða skilji eða einhvers konar flugur eða eitthvað. Og Hymir segir að Þór verði bara að redda sinni eigin beitu og það sem hann gerir þá að höggva hausinn af einu nautin hans Hymis og notar það sem beitu í veiðiferðina. Flott beita það. Svo neyðir Þór Hymir til að fara alveg út á hafsauga, bara alveg lengst út á haf, af því að hann vill ná í Miðgarðsorminn og lemja hann í klössu. Af því að Miðgarðsorminn var auðvitað þessi köttur sem að Þór tókst ekki að lyfta þarna í þraut útgerðarloka og búið að gera lítið úr Þór með því. En Hymir hann vill ekki fara svona langt út á haf því að hann hræddur við Miðgarðsorminn og það aldeilis ástæða til að vera hræddur við Miðgarðsorminn, þetta mikil ófreskja. En Þór neyðir hann til að fara svona langt og Þór náttúrulega sterkur og tekst að róa út og svona allt þetta. Svo notar Þór nautsaufið til að freista Miðgarðsorm sinn sem beitu á svona línu og lætur línuna niður í sjó og reynir að ná upp Miðgarðsorminn með því og tekst að koma Miðgarðsorminn upp fyrir sjávarmálið. Og þegar ormurinn kominn alveg svona upp að bátnum þá Hymir skíthræddur og hann sker á línuna þannig að ormurinn sleppur, fer aftur niður á hafsbotninn. Þá kastar Þór á eftir honum hamrinum en það gengur nú kannski ekki alveg upp og svo tekur hann bara í Hymi, Þór tekur í Hymi og lemur hann í klössu og hendur hann út í sjó og svo veður Þór sjálfur í land. Þannig að svona hefndi hann sig nú eftir þessa niðurlægingu sem hann varð fyrir hjá útgerðarloka og hjá jötnum í Jötunheimum. Og hér sjáum við eftir hvernig Þór hann þolir ekki jötna og hann alveg ætlar aldeilis að ráða niðurlögum þeirra.